sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, eins og áður komið fram að þá erum við staðsett núna á Akureyri og já, hjá mér hér sestu framkvæmdastjóri KA. Það Sævar Pétursson, eða ekki? Það stemmir. Já, þannig að það gott að maður muni nafnið þitt. Herru, við erum staðsett hérna í KA heimilinu og í stofu sem heitir Árnastofa. Svona ég byrja að spyrja út í af hverju heitir þetta Árnastofa. Herru, það höfuð þessu manni sem hérna myndað fyrir fram okkur, Árna Jóhannsson, sem var formaður knattspyrnudeildar og formaður félagsins og dó langt fyrir aldur fram fyrir nokkrum árum síðan. Þannig að þetta hefur verið svona til minningar hans. Já, það var gert til minningar hann og svona hans verk fyrir félagi. En hvernig svona, já, starfsemi KA, þetta að verða svolítið rótgróið félag hérna á Akureyri. Við vorum að kynna Þór hérna áðan og það væri elsta félagið. Þið eru búin að vera ansi lengi í starfsemi núna? Já, við erum að nálgast 90 árin núna á næsta ári, það verið 90 ára afmæli félagsins. Þannig að við erum búin að vera að lengur heldur en elstu menn muni, sem maður segir. En KA bara stórt félag og með stærstu félagunum hérna á Akureyri og fyrir norðan og með rekstur í nokkrum deildum og bara svona fjölgarina félag og vonandi sem á bara eftir að vaksa og dafna hjá okkur á næsta árum. Og já, kannski stærst hjá ykkur, já, að sjálfsögðu knattspyrnan eða ekki allan að daginn í dag? Jú, knattspyrnan svo sem bara eins og hjá okkur og nánast svona flestu félum á landin hún stærst. Við erum síðan með handbolta og við erum með hérna blak og svo erum við með spaðadeild þar sem inn í tennis og badminton. Og vonandi núna á næstu dögum þá kemur júdóið aftur heim. Það var júdódeild hérna en þeir hafa verið í sérfélagi síðustu 4 ára ef ég man það rétt, en allar líkur að þeir séu að koma aftur heim. Þannig að það fjölgar samfleytt og deildum hjá okkur. Já, og við vonum bara að það verði enn meira. Það hefur verið umræðinni hérna í bæjarfélaginu það að fækka aðeins íþróttafélagunum og reyna frekar að gera þau færri og stærri. Og við tökum bara fagnandi á móti þeim sem vilja koma. En það náttúrulega þið eru hvað þekktasti fyrir að halda eitt stærsta íþróttamót landsins, það alltaf þetta N1 mót svo kallað. Já, það mikið fjör og mikil vinna sem fer í eitt svona mót. Það koma hérna hátt í 2000 guttar að spila hérna hjá okkur í 4 daga og alltaf sé ekki svona 6-7 þúsund mann sem koma í bæinn gaggjart út af þessu móti. Og þetta alveg ótrúlega tölur. Við vonum bara, sem dæmi ég nefni, það kom hérna sendingum daginn fyrir móti sem var að koma í kjúkling og sendibílstjórinn sagði að var að koma í kjúkling og ég sagði já, hendur sig ekki bara inn í gám og hann hlóða með því að þetta voru 1300 kíló. Þannig að hann sagði þurfa einhverja aðstoð við það ef hann ætti að henda sig inn í gáminn og maður átti sig ekki á því og þá var það í eina máltíðina Já, það ekki smáræðinur. Nei, þetta náttúrulega, við erum að fá kannski milli 2-3 þúsund manns með farastjórum og liðstjórum og foreldrum sem kom inn í hverja máltíð. Þannig að þetta alveg ótrúlegar stærðir sem að fara í og orðin bara stærsta ferðahelgi ársins og hérna tekjuhæsta helgin fyrir mörg fyrirtæki hérna í þjónustugeirunum í bænum. En KA-svæðið sjálft, það væntanlega búið að teka stór breytingum síðustu 90 árum. Þið hafi ekki alltaf verið staðsettir hér eða? Já, nú góð spurning Væntanlega menn hafa verið svona nokkru stöðum. Grunninn þetta KA-svæðið hérna á brekkunni. Starfsemin tegir sig sem náttúrulega víða. Við höfum verið í íþróttahöllinni, skemmunni og fleiri stöðum. Við erum í dag svona að byrja að vinna því að hérna svona klára okkar framtíðarsýn, þannig kannski öll okkar uppbygging verði hér á svæðinu. Við erum með hérna draumsýn það að hér verði byggð upp okkar knattspyrnuaðstaða. Við náttúrulega keppum okkar leiki í Pepsi-deildinni niður á Akureyrarvelli í dag og hér þið bætt í bæði fyrir handbolta og blak og aðrar íþróttir á okkar svæði. Þannig að til næstu 30 ára eða svo væri öll uppbyggingin hér innan okkar lóðar og til þess að efla félagið ennþá frekar. En talandi eins og með blakið, þið hafi alltaf verið svolítið stórveldi í því gegnum tíðina.
Já, við erum margfaldir Íslands og bikarmeistarar og vorum svona, menn voru ekki alveg nógu sáttir síðasta tímabil, þannig að menn ætla að bæta í núna og gera betur í vetur og hér hefur Blakið alltaf verið með sterka sögu, hún sérstaklega hérna svona í nágranna sveitafélögum, þar Blakið, þú veist, í skólum jafnvel, mikið kennt og við fáum mikið af krökkum sem koma hingað í framhaldsskóla sem eru bara flotti blakarar og eru með marga unga og efnilega og undanfarin ár höfum við verið með mjög marga krakka í unglingalandsliðunum, þannig að það heldur bara áfram og við bara bætum í það líka. Þið eru konið með núna með handboltan á nýja leik, svona meistaraflokk Káa, það fyrsta skipti í ég veit ekki hvað mörg ár, þú getur kannski sagt mér frá því. Já, þetta fyrsta skipti síðan menn teldu fram 2006, haustið 2006, þá fórum menn með sameiginlegt lið undir Akureyri handboltafélag og það eru þessast breytingar hér í vor, þar sem að menn hættu því samstarfi og við spilum núna í fyrsta skipti í nokkur ár undir merkjum Káa sem verður bara gaman og það er alltaf mikið saga líka með Káa handboltaliðinu frá Alla Gísla og hans mönnum hér sem að gerðu allt vitlaust hérna í einvígi við mörg af betri liðum tímans og hérna við vorum heppin, fengum gamlan Káamann heim frá Selfossi, Stebba Árna og hann svona fær það hlutverk hjá okkur ásamt bara góðum mönnum í að byggja handboltan aðeins aftur upp hjá okkur og við ætlum að gefa okkur smá tíma í það. Þetta kannski alveg 3 ára plan sem menn að fara að vinna eftir, menn ætla kannski ekki að spenna bógan of hátt og rjúka bara upp strax á fyrsta ári, heldur bara byggja þetta upp og erum með marga unga og efnilega leikmenn sem svona fá að stíga sín fyrstu skref í vetur. Þannig að það allan að bjart framöndum það búið að vera það ekki sitt hvort svona yngri flokka getum tíðna Þór og Káa í handboltanum? Jú, við höfum alveg verið keppt undir okkar merkjum upp í 3. flokk, það hefur verið sameinað í öðrum flokk. Kvennamegin það hins vegar sameiginlegt starf undir merkjum Káa og Þór alveg úr yngstu flokkum og upp úr. En kallarnir hafa verið upp í 3. flokkinu undir merkjum Káa og þar hafa farið, eða Káa eða Þór skulum við segja, og þar hafa menn farið síðan inn í sameiginlegt lið þegar við komum í annan flokkin, en núna í haust keppum við í öllum flokkum undir merkjum Káa. Knattspyrnudeildin, hún náttúrulega komin í deildina bestu aftur, meistaraflokkurinn. Hvernig fundist þetta sumar? Þessi stemning búin að vera ótrúlega. Þið eru búin að koma allir svolítið óvart allan í byrjun sumars. Já, stemmingin búin að vera mjög góð. Við höfum verið okkar stuðningsmenn og annað, það verið til bara fyrirmyndar, en það svo menn búin að bíða eftir þessi mörg ár. Þetta er fyrsta skipti síðan í einhver 12-13 ár sem við spilum meðal þeirra bestu. Varandi árangur þá held ég að sé bara svona nokkuð á pari, þeir bjartsýnustu vildu meira en við erum alveg raunsægir með það að við erum að koma upp og spila í fyrsta skipti í mörg ár og auðvitað þurfum við að læra hlutina eins og þeir eru, hvernig hlutinni ganga fyrir sig og við kennum það alveg, við erum nokkuð skrifum að eftir þessum allra stærstu þar. En við erum í þessu til þess að læra og vonandi bara komum við sterkari og númer 1, 2 og 3 þá er það fyrsta markmið liðsins bara að halda sæti sín í deildinni og svona tryggja Káa í deild þeirra efstu til nokkra ára. Og svo sameinað lið Þór Káa, já þær virðast vera óstöðandi í pepsi til kvenna. Já, við setjum pínu press á þær, það er ekkert launungumál að við meðan hvernig hefur gengið og hver staðin er að þá bara förum við að gera kröfu á þær landi titlinum. Þær eru búin að vera alveg hreint frábæri sumar og búin að vera mikil stemmingi kringu liðið og flott mæting og leiki hjá stelpunum og ég bara hvet sem flesta til þess að bara fylgja sér á bakvið liði núna þegar deildin fer aftur á stað eftir EM-liðið. En það náttúrulega samstarfið, verður það áfram Þór Káa kvennamegin? Er það ennþá í uppnámi eða hvernig það? Veistu hvernig staðan því? Nei, menn, það eru lætið henni í vetur og ég held að allir sem fylgjast með íþróttum hafa verið var við það. Það alltaf þetta neikvæð sem kemur fram í fjölmiðlum. Nákvæmlega, en kannski það jákvæð á endanum var það, menn að fylgja sér á bakvið liðið, menn að styðja stelpurnar betur heldur en hefur verið gert áður.
Bæði félögin að koma vel að því og ég held að það samstarf sem í gangi núna sé eitthvað sem sett að byggja á, menn verða með þetta samstarf í það minnsta næstu 2 árin í viðbót og ég vona bara svo sannlega að þetta gangi áfram jafn vel og jafn smurt eins og þetta hefur verið núna á þessu tímabili og þá sé enga ástæðu en hans til þess að bara halda því samstarfi áfram. Það alltaf talað hann rík hérna á milli Þór Káa en það oftast þannig að kemur þetta neikvæði í fjölmiðlum ekki basically þannig samt að það ágætis samstarf milli þessa félaga svona utan við Jú, við eigum samstarf bara í hver einustu viku við deilum mannvirkjum í fótboltanum og handboltanum þar sem við erum að getur sagt bítast tíma og allt það en við vinnum saman og ég á gott samstarf með Valda, framkvæmdastjóra Þórs og ég heldur svona þessi rígur til ég bara vera hinnu góða ég meina, ef Þór gerir eitthvað vel þá viljum við reyna að gera enn betur og öfugt og það bara heldur mönnum á tánum og hvetur menn til þess að efla sitt starf ennþá betur og bjóða upp á betri þjónustu fyrir börn og unglinga sem við erum að reyna að upp. En aðstæður hérna til allra íþrótta er eitthvað svona framtíðarkortunum hjá ykkur? Er eitthvað breytingar í gangi hér upp á betri aðstöðu? Já, eins og ég kom kannski litið inn á okkar framtíðsýn það að byggja upp. Við höfum verið í viðræðum við bæinn að Akurvöllur svona orðið barnsins tíma og við þurfum og viljum og það átti í 2008 þá voru menn búin að taka skóflustungu hér haustið að uppbyggja á KS-svæðin en svo vormánuðin 2009 var bara mókað ofan í hóluna aftur þegar var breytt ástand í samfélaginu. En við höfum ákveðna hugmyndir og viljum byggja upp hér og efla þær íþróttir sem við höfum og vonandi líka taka bara móti fleiri íþróttagreinum hér inn á okkar svæði og vera bara stórt og bara til fyrirmyndar fjölgreina félag sem getur tekið á móti mörgum greinum og mörgum iðkendum. Maður sér einmitt það sem verið að byggja mest núna, þetta einmitt á Káasvæðinu þannig að það gífurleg fjölgun væntanlega í iðkendum hjá okkur. Já, það hefur fjölgað gríðarlega mikið hjá okkur undanfarin ár og ég get bara tekið sín dæmi bara núna á einhverjum 4-5 árum hefur iðkendum í knattspyrnu farið þegar það farið úr einhver rúmlega 400 upp í 750 iðkendur og vissulega hefur það bæði og náttúrulega stóru hluti það svo uppbygging sem í bænum hér er hérna megin í bænum og náttúrulega líka menn hafa verið að efla og bæta sitt starf og fótboltinn að verða stærri og meiri íþrótt út af þeim árangur sem var í fyrra hjá strákonum og stelpunum núna á EM þannig að fótboltinn alltaf að vera vinsælli og vinsælli en við bara viljum það bara bæta í okkar starf og gera enn betur og taka bara móti sem flestum inn í félagið okkar. Það náttúrulega mikið talað það mikið að íþróttafélagum hérna á Akureyri og eins og í mörgum bæjarfélagum en hérna á Akureyri í rauninni allt í boði nema Keilan var náttúrulega dett út. Já, við erum ef ég man það rétt þá held ég að 24 íþróttafélag á Akureyri og það hefur verið núna í gangi síðustu vikur og mánuði stefnumótavinna á vegum bæjarins bara íþróttamál í bænum og þar hefur nú verið eitt af svona þessum lykilmálum sem menn hafa verið að skoða. Það einmitt hvort að menn ætti ekki að fækka þess íþróttafélagunum og raun hafa færri en fjölmennari félög með fleiri íþróttagreinum og við erum ég tala bara fyrir hönd Káa þá erum við sammála því og viljum bara fá hingað fleiri íþróttagreinar inn sem við getum hýst og aðstofa með skrifstofu og bókhald og allt sem fylgir íþróttafélagunum og það það sem ég held að koma skuli hér á Akureyri á næstu árum En svona framtíðin eins og þú segir, ég heyri að þú ert bjart framtíð þannig séð. Já, við horfum bara mjög jákvæðum augum á þetta. Það búið að vera mikil uppbygging á félaginu síðustu ár, hún á vonandi bara eftir að halda áfram. Við ætlum okkur og munum byggja upp hér betri aðstöðu heldur en í dag og gera bara félagið enn betra og efla það bara til lengri tíma. Og gott samstarf alltaf eða ekki svona milli allra félaga og Akureyrar bæjar? Jú, ég meina það verður bara að vera. Við erum í þessu öll saman og við tökumst á þegar við minna á vellinum en hjálpumst þegar við erum að vinna íþróttamálum í bænum. Þetta allt mestmegnis eða ekki dreigir líka sjálfbávinnu?
Jú, þú veist, bara þú veist, íþróttafélög eru bara byggð upp á sjálfboðastarfi, sko. Þú veist, allir, þú veist, stjórnarmenn og sjálfboðaliðir sem koma að mótum og öðru, þú veist, maður á ekki nóg mikið þakklæti til þess að þakka fyrir það, því annars myndi svona íþróttafélög eins og K aldrei ganga upp nema menn hefðu þá sjálfboðaliðir sem eru tilbúin að leggja sitt á vogarskálarna fyrir félagið sitt. Ég verð nú að spyrja því hérna að lokum, það mikið talað mitt að þið þurfum væntanlega skipuleggja ykkur svolítið langt fram í tíma með leikjum. Það væntanlega mörg lið að öðrum sveitafélögum svona að sunnan og fleira sem þurfa frestum á leikjum og fleira, þannig að þið þurfum alltaf ekki að breyta dagskránni svolítið oft. Jú, og þetta kannski eiginlega svona eini gallin sem ég get sagt við það að við erum að stækka félagið hefur að stækka svona mikið og ört undanfarin ár og ég tek bara sinn dæmi, sko. Í sumar erum við með einhverjum að hátt í 170 leiki í fótboltanum og það kallar þá nánast á, sko, yfir 500 dómarastörf sem við þurfum að redda og svo kannski erum við búin að redda, þú veist, ég tek sem dæmi á annar flokkurinn okkar að keppa, þá vantar okkur 8 dómar á 3 leiki en við erum með 3 lið í öðrum flokk og svo kannski fáum við að vita á 50 degi að það sé búið að fresta leikjónu þegar einhver kemst ekki og þá ertu kannski búin að snúa upp á 8 sjálfboðaliða til þess að hjálpa þér þessa helgina en þeir komast ekki í næstu og svo kolli, sko. Þannig að en þetta bara, þú veist, við erum mögulegt í einstæmi, þetta bara fylgir því að vera utan að landi og það bara eins og það Eitthvað í lokin svona áður en ég sleppir? Nei, bara, þú veist, bara gaman að segja frá bara hvernig uppbyggingin hefur verið þarna og við horfum bara björtum augum á framtíðina. Bestu þakkir. Áfram Káa eða ekki? Áfram Káa. Spila Káa-lagið.